Komið sæl. Það alltaf gaman að vera með erindi svona rétt fyrir kaffi. Það allir orðnir þreyttir og svangir og þurfa að pissa og svona komið svolítið óróleiki í salinn. Þannig að við Manda ætlum að reyna að hafa þetta stutt og laggott. Ég heiti Nanna Brím og ég geðlæknir á endurhæfingu geðsviðs á Landspítala. Réttara sagt á Laugarársveginum sem deild fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóma, með byrjandi geðrofssjúkdóma. Og það sem við Manda ætlum að fjalla í dag hver þjónusta Landspítalans við þennan hóp veikustu sjúklinga okkar, í rauninni þeirra sem eru með alvarlegustu geðraskanirnar, geðrofssjúkdóma og fíknivanda. En þegar ég bara svo við séum öllu sömu blaðsíðuna að þegar ég tala geðrofssjúkdóma, þá ég fyrst og fremst að tala sjúkdóma eins og geðklofa, en það eru líka aðrir sjúkdómar eins og geðhvarfaklofi eða geðhvörf með geðrofi og fleiri. En við þurfum að átta okkur á því að geðrofssjúkdómar eru fyrst og fremst sjúkdómar ungs fólks. Vegna þess að þetta eru sjúkdómar sem byrja hjá ungu fólki. Karlmenn að greinast á aldrin svona upp úr 16 ára aldri og að svona 24 ára aldri með geðklofa og konur eilítið seinna. Og þarna eru þessir alvarlegustu sjúkdómar að greinast á tímabili sem mjög mikilvægt og viðkvæmt í lífi þessu unga fólks. Þetta þessi tími þar sem þau eru að ákveða hvað þau ætla að gera í lífinu, hver þau ætla að verða, með hverjum þau ætla að vera og svo framvegis. Þannig þetta mikið áfall að fá allt í einu þessa alvarlegu sjúkdóma og þurfa að takast á við þá áfall fyrir fjölskylduna líka. Og annað sem líka mikilvægt að hafa í huga að fíkniefnaneysla mjög algeng í þessum hóp. Rannsóknir sýna það að alltaf helmingurinn ef ekki fleiri af þeim sem eru með fyrsta geðrof í geðrofssjúkdómi eru í einhvers konar fíkniefnaneyslu. Og þar kannabis algengasta vímuefnið. Vissulega eru líka notuð önnur efni eins og örvandi en kannabis lang algengast. Og það eru alls konar kenningar það hvernig stendur á því að þessi vímuefnaneysla svona algengi í þessum hóp. Ein kenningin að þau eru að nota efnin til þess að slá á einkenni og það dálítið mín reynsla í vinnunni. Að þegar ég heyri lýsingar unga fólksins á því hvers vegna það að nota fíkniefni, að þá lýsa þau því. Það fyllir upp í tómleikan, líður mér aðeins betur, hugur róast, mér gengur aðeins betur innan vinina og svo framvegis. Þannig þau eru að fá eitthvað út úr því að vera í neyslu sem gera náttúrulega ennþá erfiðara fyrir þau að hætta. Og mér langar bara að segja hans nokkur orð kannabis að því þetta lang algengasta efni sem þau eru að nota. Og við vitum það að kannabisneysla eykur hættuna á geðrofssjúkdómum. Ef þið viljið vita eitthvað meira þetta efni, þá var í síðasta tölublaði læknablaðsins sem aðgengilegt á netinu góð grein tengsl kannabisneyslu við geðrofssjúkdóma. Við vitum líka að þeim yngri sem einstaklingar þeir byrja að nota kannabis reglubundið, þeim meiri áhættan á geðrofssjúkdómum. Og að geðrofssjúkdómar og kannabisneysla fara illa saman. Ef einstaklingur með geðrofssjúkdóma eins og geðklofa í kannabisneyslu, þá eru horfurnar verri. En hvernig meðhöndlum við þessa ungu einstaklinga með geðrofssjúkdóma? Jú, það hefur komið í ljós að það tvennt sem skiptir máli. Við vitum það að þeim mun styttra sem einstaklingur með ómeðhöndluð einkenni. Það að segja að þeim mun fyrr sem gripið inn með meðferð, þeim mun betri eru horfurnar. Og við vitum líka ef veitt sérhæfð meðferð sem sérstaklega sniðin að þessu unga fólki með byrjandi geðrofssjúkdóm, í alltaf 5 ár eru líka horfurnar betri. Og í rauninni það mjög margir þættir sem verða betri. Það eru betri horfur, það eru færri og vægari einkenni, færri sjálfsvíg, verður síður bakslag og neyslan þetta dregur úr neyslu. Þessi heildræna nálgun í raunavandanum dregur úr neyslunni. Nú á Landspítalanum við, og það sem við Manda ætlum að tala í rauninni með við ætlum að tala þessu 2 úrræði sem við höfum fyrir þetta unga fólk. Það annars vegar Laugarársvegurinn sem þetta fallega rauða einbýlishús þarna í garðinum á Laugarársveginum og svo sérhæfð endurhæfingargeðdeildin inn á Kleppi. En Laugarársvegurinn úrræði sem hefur verið til í núverandi mynd frá 2010 og sérstaklega og eingöngu fyrir ungt fólk sem hefur fengið fyrsta geðrof og þar af leiðandi með byrjandi geðrofssjúkdóm. Og í dag erum við að sinna 66 ungum einstaklingum á aldrinum 18 til 25 ára eða jafnvel upp í 30 ára. Flestir eru á bilinu 18 til 25 ára. Og við
með stóra deildin byggisturinn upp þannig, við erum með stóra dagdeild þar sem við sinnum flestum, en við erum líka með 7 legupláss í húsinu. Svo erum við með faglega umsjón með Álfalandinu sem er svona búsetu þjálfunarúrræði þar sem eru 7 herbyggi og 1 íbúð í Fossvoginum. Meðalaldur okkar þjónustuþega eru 24 til 25 ár. Flestir hjá okkur eru á bilinu 18 til 25 ára. Og varðandi neysluna, að þá ég taldi þetta aðeins saman í gær þegar ég var að setja saman fyrirlesturinn og komst að því það eru 4% í virkri neyslu hjá okkur núna, 15% eru nýlega búin að vera í neyslu. Það er talum bara síðustu mánuðum. Og þetta eru 40% þá sem eru með virka neysluvanda af okkar hópi og 18% til viðbótar með neyslusögu. Þannig þetta er mjög stór hluti af okkar vinnu dagstaglega, það er að eiga við fíkniefnavanda. Og hvernig meðhöndlum við geðrofsjúkdóma? Jú, þetta er svona svolítið uppskriftin af því sem þarf að vera í þeirri meðferð. Grunnurinn að meðferð geðrofsjúkdóma er lyfjameðferðin. Við erum með málastjórnun á Laugarásveginum. Við kennum unga fólkinu leiðir til að ná betri tökum á sjúkdómum, til dæmis við fræðslu, leiðir til að ná betri tökum á einkennum, leiðir til að ná betri tökum á daglegu lífi, til dæmis með starfsendurhæfingu, námsendurhæfingu, sjálfstyrkingu og fleira. Leggjum mikla áherslu á heilbrigðan lífsstíl og sem hluta af því er náttúrulega all fræðsla skaðsemi vímuefnaneyslu og svo mikil áherslu á fjölskylduvinnu. Það er kannski svona einn hornsteinninn í okkar vinnu. Og við erum með mikið að meðferðarúrræðum og þétta stundaskrá yfir því sem er hægt að gera. En ef við tölum aðeins hvað við gerum og hvernig við reynum að aðstoða þá sem eru með fíknivanda, að í fyrsta lagi þá lítum við á þetta heildrænt. Við lítum ekki á fíknivandan sem eitthvað sérstakt vandamál til hliðar við geðræna vandan, heldur hann partur af heildarmyndinni. Alveg eins og það getur fíkniefnavandi, það geta verið viðvarandi geðrofseinkenni, það geta verið mikil neikvæð einkenni, það getur verið mikil kvíði, svefnerfiðleikar. Fíknivandinn er ekki eitthvað sérstakt fyrirbæri sem þarf einhverja sérstaka úrlausn, heldur þetta hluti af heildarvandanum sem við þurfum að vinna með. Og skaðaminnkun er það líka sem við leggjum mikla áherslu á. Við erum löngu búin að átta okkur á því að það er erfitt og eiginlega vonlaust að fara fram á algjöran abstinens frá fíkniefnum. Við verðum að reyna miklu frekar að draga úr þeim skaða sem fíkniefnaneyslan veldur. En það erum við búin að sjá að meðan þau hafa ekki í sig og á, meðan þau hafa ekkert húsnæði, meðan allt er í steik varðandi fjármálin og skólan og vinnu og annað, þá ráðu ekkert við að takast á við fíknivandan líka. En ef okkur tekst að stabilisera þessa hluti og hjálpaði með ná tökum og sjúkdómum líka, þá ráðaði miklu betur í fíkniefnaneysluna, enda eins og sýnt ykkur áðan, svona heildræn úrræði draga miklu frekar úr vímuefnaneyslu heldur en sértæk úrræði, en það virðast þau virka frekar illa einhver sérstök vímuefnaúrræði fyrir akkurat þennan hóp. Nú, við erum með mikla fræðslu skaðsemi vímuefna og þátt vímuefna í geðrofi. Við erum ekki þarna til að segja fólki hvað að gera, heldur til að gefa þeim upplýsingar svo þau getur tekið upplýsta ákvörðun. Og við erum með mikla fræðslu líka til aðstandenda. Ef neyslan er mjög mikil, þá erum við með svona sérstök úrræði fyrir vandan þá. Við vísum engum úr þjónustunni. Reyndar höfum við einstaka sinnum þurft að gera það, þá hefur það verið ef einstaklingar hafa verið að selja vímuefni í húsakynnum okkar. Það eru einu skiptin, en það gerist sem betur fyrir mjög sjaldan. Við vísum engum úr þjónustu, við sinnum öllum. Ef neyslan er mjög mikil, þurfum við stundum til þess að vernda hina sem eru að koma í dagþjónustuna til okkar, að taka fólk aðeins út úr svona daglega umhverfi og þá eru þau kannski bara að koma til okkar 1, 2, 3 fyrir viku í viðtöl og fara svo heim aftur. En eins og ég segi, við vísum engum úr. Ég meina, ef maður ætlaði að fara að sortera í burtu þá sem er í vímuefnaneyslu, þá væru ekki mjög margir eftir í okkar húsakynnum. Nú, ef vandinn er mjög mikill og við finnum að við ráðum ekki við hann, þá þurfa einstaklingarnir sem er í okkar þjónustu stundum að fara tímabundið á sérhæfðu endurhæfingargeðdeildina á Kleppi. Einstaka sinnum fara þau líka inn á til dæmis 33A, en við erum í góðu samstarfi við sérhæfðu endurhæfingardeildina á Kleppi akkurat þennan hóp þar sem vandamálin eru sem þyngst og Manda ætlar að segja okkur nánar frá því. Takk fyrir þetta.
Ég ekki með innirödd, þannig ég vona að ég veki ykkur. Ég tala frekar hátt og ég skal líka tala svolítið hratt, þannig að þið komist fljótt í kaffi. Ég heiti semst Manda og er aðstoðardeildarstjóri á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild. Hún er staðsett á Kleppi eins og staðan er í dag. Þetta er deild sem hefur breyst töluvert undanfarin ár og ein kenningin er svo að samfélag okkar hefur þörf fyrir lokað úrræði fyrir þennan hóp. Deildin er það svona, hvernig fyrir niður? Það eru pílur hægra megin, neðst. Emmett. Þetta er svona yfir miðalgreind. Heyrðum. Við erum sérst með 10 rúma deild og hún er lokuð. Meðalaldur sjúklingana er 24,4 ár og í dag er yngsti einstaklingurinn 19 ára og elsti 39 ára. Ég eins og Nanna tók aðeins saman tölurnar síðast þennan mánuði, hvernig þetta hefur sveiflast á deildinni og staðan er þannig að 70-90% sjúklingarnir eru með langvinnan og oft bara mjög alvarlegan fíknivanda. Í dag til dæmis er það 90%. 60-80% sjúklingarna eru sviptir sjálfræði og það er þá á bilinu 6 mánuðir til 4 ár. Og flest er á deildinni í 3-9 mánuði. Þannig að þetta eru langar innlagnir en eins og hefur komið hérna fram að það tekur langan tíma að vinna þessi mál. Og ég vil taka undir það sem Nanna segir að þetta er oftast langvarandi saga kannabisnotkun þó svo að flest önnur eiturlyf komi við sögu. Áhersluna í meðferð á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild, ef ég fer bara aðeins hratt yfir, þá vinnum við svona samkvæmt svipuðum ramma og Laugarásinn, en það vinnum við þétt saman. En þetta er lyfjameðferð og til þess að slá á einkenni geðsjúkdómsins. En að sama skapi að þá er mikill partur af okkar starfi sem fer í að ná sambandi við sjúklinginn, auka innsæi og mynda meðferðarsambandið. Það er mjög algengt að sjúklingar sem koma á deildina til okkar séu með lítið eða ekkert innsæi í sín veikindi, þar sem þeir eru haldin mikilli tortryggni og öðrum ranghugmyndum, þannig að það skiptir mestu máli í upphafi að byggja upp traust og gott meðferðarsamband bæði við sjúklinginn og aðstandendurnar. Og allt okkar meðferðarstarf reynir við í mjög flóknu umhverfi þess að einstaklingur geti verið sviptur og ekki þarna inni sjálfviljugur, að þá reynir við að fókusa á að ná einhvers konar samvinnugrundvelli með þeim sem koma til okkar, sem byggir á því að við gerum meðferðarsamninga og það geta verið gríðarlega langar og flóknar samningaviðræður sem að fara á stað, en oftast vinnum við þá eitthvað grundvöll sem við getum verið sammála. Og þetta er það formlegt að þeir skrifa undir eintökin og fá eitt eintakt að sín og við erum eitt eintakt hjá okkur. Og þetta hefur reynst ágætlega. Við vinnum mikið með vitræna getu þar sem að geðrofssjúkdómar hafa oft svona skerðandi áhrif á vitræna getu. Við vinnum þar með tölvuforrit sem heitir SBT Pro og byggir á meðferðarforminu CRT og erum einnig að vinna með raddadagbækur og fleira sem hafa sýnt sig að auka innsæi sjúklingana. Við erum með frábæra iðjuþjálfun á Kleppi sem að vinnur mjög öfluga endurhæfingar, vinnur þar með sjúklingunum okkar. En það sem þetta eru ungi krakkar og eins og við komum fram, þannig við séum ekki alltaf endurtaka okkur samt, er að við þurfum að tengja það út í samfélagið. Þetta er oft margra ára neysla og vandamál, þannig að við reynum að fókusa á úrræði eins og úrræði tengslu með virk, hlutverkasetur, geysi, námsflokkana og fleira, þar sem að það er svo mikilvægt að það sé einhverjir stólpar úti í samfélaginu sem að fólkið okkar og sjúklingarnir okkar tengjast. Og svo er náttúrulega stór burður á sig okkar vinnu, fjölskylduvinnan, að við vinnum þetta öll saman. Og við fíknivandanum þá komumst við fljótt að því þegar við fórum að vinna og sjúklingahópurinn varð þessi tvígreiningarhópur, að það er eiginlega eina leiðin er að vinna með skaðaminnkandi nálgun. Og til þess að geta verið í þessari skaðaminnkandi hugmyndafræði, að þá þarf að fara mikil vinna í að vinna með viðhorf starfsfólksins. Áður fyrr hefur oft verið svona tilhneiging til þess að fara í lögguleik og góma sjúklinginn þá með eitthvað eiturlyf. Og orðræða eins og hann datt í það, hann fór í neyslu, hann er ekki að nýta sér endurhæfinguna, útskrifum hann, held ég að margir hafi heyrt.
Það átt sér stað mjög mikil viðhorfsbreyting held ég út allt í samfélaginu okkur öllu vannig og þar sérhæfð endurhæfingargeðdeild líka og þar núna horfum við eins og Nanna tók fram áðan, þetta hluti af veikindunum, þetta birtingamynd veikindana og hún meðhöndluð sem slík. En það ekkert bara eitthvað kumbaya hjá okkur og allir að gera meðferðarsamninga, við þurfum náttúrulega líka að hafa stífa ramma og það þarf oft, sérstaklega fyrstu 6 vikurnar og þá þurfum við að nota status sem nokkurs konar frelsissvipting og við erum að stigsa fólk reglulega. En við reynum að gera þetta ekki of leðilegt. En varðandi útskrift frá okkur að þá hafa SEK og Laugarásin útskrifa mjög mikið til hvers annars. Við erum oft, þegar við erum búin að vinna upp sjúklinga þá frábært að geta gripið til Laugarásin sem með fjölbreyttari virkni og endurhæfingarúrræði en við. Þannig að þegar sjúklingarnir hafa náð ágætis svona edrú tímabilum og meiri stjórn á sínum veikindum að þá reynum við eiginlega alltaf að koma þeim yfir á Laugarásin. Og að sama skapi þá hefur Laugarásin vísa sjúklingum til okkar sem þá með hamlandi og truflandi vímuefnavanda. En á hverjum tímapunkti á sérhæfðri endurhæfingargeðdeild eru oft 1-2 einstaklingar tilbúnir til útskriftar en skortir viðeigandi búsetuúrræði. Og þetta svo sem engar stóra fréttir en mér langaði samt að koma þess aðeins á framfæri að hjá okkur hafa legið inn í útskriftarhæfir ungir einstaklingar, oft bara rétt yfir 20, í allt uppi 2 ár vegna húsnæðisskorts. Og á Laugarásnum innskrifast nú flestir, þegar innskrifast á Laugarási þá eru flestir í foreldrahúsum en að sama skapi að þegar kemur á útskrift að þá það næsta þroskaverkefni, það að flytja heiman, ná tökum á lífi sínu og þá eru oft einstaklingarnir húsnæðislausir. Þannig að þessi fasi þjónustunnar að koma fólki í húsnæði og byrja líf sitt verður náttúrulega alltaf enn erfiðari ef það neysla í myndinni. Við útskrift og þjónustu þá eru 2 meginverkefni við einföldum þetta alveg gríðarlega að það bæði þá einstaklingarnir sjálfum sem stendur fram fyrir þessum 2 meginverkefnum, fjölskyldan og úrræðin sem taka við. Og það eru þessi neikvæðu einkenni sjúkdómsins sem eru þá þessi þunglyndiseinkenni, það svona þrekleysi, skortir drifkraft, skortir alla gleði, vonleysi, erfitt að fara á fætur og koma sér af stað. Og svo það fíknivandinn. Það getur verið voðalega auðvelt fyrir okkar að vera sérfræðingar og byggja stífa ramma og halda fólki í edrú en svo það freistingarnar eftir útskrift sem taka við. Og það sem við sjáum oft þetta bara mjög félagslega tengt. Einu vinirnir eru neysluvinir. Og það gengur oft ágætlega í vissan tíma, krakkarnir og fólkið á ágætan á svona góði edrú tímabil en detti í þeim á milli. Og það sem við sjáum að það þurfa þá áframhaldandi stuðning og hvatningu til að halda sér edrú og finna svona að sé ykkur í þeirra liði. Þar sem það hefur slæm áhrif á sjálfsmyndina að vera alltaf að falla ef við köllum það. Þannig að við útskrift úr þjónustunni að þá þarf þessi hópur stuðningu ýmislegt, bara svona eins og að halda neyslunni þá í lágmarki, vakna, persónulega umhirðu, lyfjagjöf, virkni, halda heimili og passa þess að einangrast ekki félagslega. Við getum ekki kvarta, við höfum átt gott samstarf við flesta sem að vinna með þessum hópi í þjóðfélaginu en okkar sjúklingahópur svolítið í þessum hring þarna, hann náttúrulega bara eins og flestir langveikir fer svona reglulega inn á bráða og móttökugeðdeildir og kemur svo til okkar og Laugarásin göngudeildin, þetta svona rúllar svolítið en við eigum okkur þann draum að það sem að flestir okkar útskrifast yfir í þjónustu sveitarfélagana að auðvitað væri í fullkomnum draumaheimi til fullt af endurhæfingarbúsetum fyrir unga krakkar sem að jafna sig eftir langvarandi geðrænan vanda og fíknivanda. En það kannski draumastaða og eitthvað sem við kannski getum stemt að hérna saman í dag. En eins og staðan í dag að endurhæfingarbúsetunar eru frábærar en það bara tappið þar eins og annars staðar í kerfunum. Og ég held að þessi tilfinning okkar allra eins og fram hefur komið hérna í dag að það mætti betur vinna til að brúa bilið milli henni ýmsu kerfa sem vinna með þennan hóp. Vandamálin sem við stöndum frammi fyrir og í okkar svona samvinnu milli kerfana
það er alltaf þessi orðræða forræðishyggjan sem þá við Landspítalinn og valdeflingin sem þá sveitarfélögin. Og ég held að gildi bara í báðum kerfi að það þurfi eitthvað svona raunhæft jafnvægi milli forræðishyggju og valdeflingar. Neikvæðu einkenni geðrofssjúkdóma geta verið jafn hamlandi og líkamleg fötlun en mæta oft ekki sama skilningi og kerfin hafa mjög mismunandi sýn á tvígreiningavanda einstaklinga. Það verður að segja að það getur verið erfitt að útskrifa einstaklinga með fíknivanda til sveitarfélagana. Og okkur finnst að það vanti einfaldlega sérhæft úrræði fyrir með tvígreiningar. Lausnir, auki fjármagn, kannast eitthvað við þetta. Það varð eiginlega bara að koma þótt þetta sé eiginlega bara fyndið. En það samt eiginlega það sem við þurfum. Og við þurfum fleiri búsetuúrræði og við þurfum sérhæfðari búsetuúrræði. Við köllum eftir og höldum að allir hérna inni séu sammála. Það þarf að vera aukin samvinna milli Landspítala og sveitarfélaga og með þá fræðslu og stuðningi til starfsfólks. Framtíðin hugsanlega væri tvígreiningateymi fyrir ungt fólk með geðrofssjúkdóma og fíknivanda í samstarfi við sveitarfélögin. Einhvers konar vettvangsteymi sem styddi almennilega við þennan hóp í sínum búsetuúrræðum eða á leigumarkaðnum, hvernig sem það er. Þetta að vera samvinnuverkefni frá sveitarfélögum og ríki, þar sem aðkæmu þá Laugarásin, sérhæfða endurhæfingargeðdeild, 33A, göngudeildin á Kleppi og fleiri. Einhverjir sem hafa þá kunnáttina til að styðja við þetta fólk. En fyrst og fremst að þá var það okkar mat að skaðaminnkandi nálgun og heildra nálgun á geðrunarvanda og fíknivanda sé nauðsynleg. Takk fyrir mig.